Ég heiti Embla Sólrún Björgvinsdóttir og ég með dæmigerða einhverfu og mjög mikla kvíði. Einhverfi bara eitthvað sem lætur þig vera bara öðruvísi, eins og eiginlega allir eru eiginlega öðruvísi en við sem erum með einhverfi, þá höfum við einhvern tímann mjög erfitt að læra hlutir eða fatta hlutir eða einhvern tímann þá erum við bara mjög sló. Þorgerður Eir Sigurðardóttir heiti ég og ég er móðir hennar Emblu. Hafði enga hugmynd hvernig ég átti að venjast að vita að ég var einhverf og það var bara mjög erfitt fyrir mig. Þegar Embla var 2 ára þá hætti hún að þroskast og hætti að sýna framfarir og ég kom henni inn í greiningu þar sem hún var greind með margvíslega þroska, hömlur og þroskaraskanir. Eftir það þá fór hún 5 ára aftur í greiningu og var þá greind á einhverfurófinu. En það er ekki fyrir en núna í dag eftir bæði 3. greiningu og hún er komin í framhaldsskóla sem hún er farin að sýna einhverjar framfarir og einhverja svona meiri jákvæða breytingu og ég held að sé einfaldlega bara vegna þess að hún er á góðum stað með gott fólk sem hugsar hana og veit hvað það er að gera. En í gamla skólanum minn, þá var ég bara lent í einelti út af engu. Ég leið eins og ég ætti ekki að vera til og ég vildi eiginlega ekki lifa eiginlega lengur og það var bara mjög erfitt fyrir mig. Ég heiti Laufey Gunnarsdóttir og er þroskaþjálfi og einhverfuráðgjafi og ég vinn á greiningarráðgjafastöð ríkisins. Skólinn IFS, það er búin að breyta lífið mitt eiginlega. Það er ekki vitað orsakir einhverfu, það er engin ein orsök sem við vitum það er ekki hægt að fara í blóðprufu eða myndatöku til þess að láta athuga hvort þú getur verið með einhverfu. Einhverfan, hún sést í raun og veru bara í gegnum hegðun. Ég breytti í skóla og það var miklu betra þar. Það er gott þegar kennarar eiginlega virða mig sem venjulega manneskja. Samþykki skiptir máli að því leyti að þú fáir að vera eins og þú ert með kosti og galla og fáir líka leiðbeiningar og það þurfa allir ykkur leiðbeiningar í félagslegu samhengi. Einhverjir þurfa það kannski meira en aðrir en það er mjög mikilvægt líka að þeir fái möguleika að forðast til dæmis félagslega niðurlægingu, setja það ekki aðstæður sem þau eiga erfitt með. Það sem hjálpar Emblu mest það er að vera innan jafnaldra og vini sem eru jákvæðir, læra af fólkinu kringu sig, alltaf að segja henni hversu frábær hún er sem hún missi ekki móðinn og það bara að bera með þetta jákvæða frábæra fólk og þess að vini kringu sig að hún haldi í þá eins bara fast og mikið ef hún getur. Ég er alltaf mjög kvíðin þegar mamma mín er veik. Ég er með svo mikinn astma og ég þarf ofta að leggjast inn á spítala og þá fær hún ofsaræðslukost og þá getur hún stirðnað bara upp og eftir það, þá er hún kannski eftir kljástugkvíða í heila viku á eftir. Ég byrja að gráta, þá er huginn minn að fara út allt og það er bara sem mjög mikla neikvæða hluti. Í dag er ég mjög bjartsýn og þá nefnilega hún getur lært það sem hann langar til að læra og orðið það sem hann langar til að verða því að hún er að fá það mikil stuðning, það mikil aðstoð og það mikil kærleik frá starfsfólki og nemendum sem eru vinirnar í þeim skóla sem hún er í dag. Fræðsla einhverfu, til dæmis inn í grunnskólan, skiptir mjög miklu máli og það er mikið það, til dæmis að það sé óskað eftir fræðslu grunnskólana fyrir kennara og fyrir nemendur. Og börn og unglingar til dæmis hafa áhuga því að fá skýringar á því af hverju bekkjarfélagar þeirra hegða sig pínlítið öðruvísi og þau eru áhugasöm og skilningsrík og ég tel að það mikið fordóma. Margrét Sunna Ingólfsdóttir og ég er 18 ára, 19 ára og góð vinkona Emblu. Þegar ég er í kringum fólki sem ég hugsa eins og fjölskyldum mín eins og vinkonum mínar, þá líð ég mjög vel. Það sem maður ættir að vita einhverfi er að það þýðir ekki eiginlega að þú ert bara alveg heimsk eiginlega. Það þýðir það ekki. Það þýðir bara að þið vantar smá meira tíma til þess að læra þessar hluti sem þið finnst erfitt að læra. Kosturinn af Emblu er að hún er alveg ótrúlega heiðarleg og bara ótakmarkslega góðhjörtuð. Hún er bara mínum mati fullkomin eins og hún er og það er eiginlega ekkert sem er þess verið að breyta og hún bara ætti að vera eins og hún er. Við erum alltaf að tala öðruvísi hlutir eins og anime eða manga eða... Við horfum báðar rosalega mikið á anime sem eru japanski teiknimyndaþættir sem sagt. Okkur finnst gaman að syngja.
どうすればいい教えてくるよ曲がったるつのになんであったなÄr du så scared? Hvað sér þau? Ég gæti kannski veikinn bara að ég er ekki alveg viss